Þetta taka 2 hérna. Ég var eitthvað, þetta er alltaf leið. Ég var eitthvað að vandræðast með síman, ég held að eitthvað böggast yfir draslinu henni kringum mig og held að það trufli ykkur rosa mikið, en ég held að við þurfum bara öll að lifa með þessu og halda áfram með það ekki. Ég ætla að, er með eitthvað einhverja sýningur og nú varst mér hann vísa mikið niður, en áðan var ég að laga hann og þá fór hann að detta aftur á bak, þannig að við bara erum sætar svona held ég. Og maður er ekki líka alltaf að vera með halla svona, upp á undirhökuna. Nei, ég hlýt bara að vera rosa sæt í þetta. Ég heiti Fanney og ég leita undir merkjum Systrabönd handritun. Ég var með rosa góða kynningu í síðasta þætti, að því að það var svolítið langt síðan ég tók upp síðast og svona tók smá pásu og eitthvað þannig. Þannig að ef þið eru, vitið ekkert hver ég er og eru bara eitthvað, hvað er gangi hérna, þá farið bara í síðasta vídeo. Reyndar veit ég ekki alveg hvort ég mæli með síðasta vídeo ef þið eruð að horfa á þetta fyrsta skipti, en bara horfið að einu á þetta. Ég skipti mér ekki að því. Það eru í dag smá hérna, ég er með 2 tilkynningar, byrja á þeim. Ég er með kláraverkefni. Ég er með 2 kláraverkefni sem ég glemdi að sýna síðast, af því að þá var ég með svo mikið. Nei, ég er með 3. Já, ég er með 3 kláraverkefni sem ég glemdi að sýna síðast. En ég er ekki búin að vera að prjóna eitthvað ógeðslega mikið núna síðasta mánuðin. Það er búið að vera svo æðislegt veður að ég bara fór eitthvað í að endurhanna forstofuna hjá mér og mála og eitthvað, bara búin að vera með opið út og þá er ég búin að vera að sinna þessu blessuðu börnum, en það er eitthvað meira rútína aftur. Elska þeirra, ennþá gott veður úti, en skólinn er byrjaður. Ég er með klár, 3 klár sem ég glemdi að sýna síðast, 1 sem að ég mögulega í. Þetta er kannski bara að klára það frá. Þetta er auðvitað rjómablíðan hennar Eddulilju sem að ég sýndi ykkur síðast, þá var ég búin með búkinn og ég fór þessa leið sem ég var að tala um á ermunum, að fara aftur í hana græna og, þessa grænu. Nei, hún er náttúrulega bara geggjuð og uppskriftin náttúrulega æði, smá hækkun á bakinu og búin að nota hann mjög mikið. Þetta er einfaldur plötlopi, handlitaður af Elínborgu og uppskriftin eftir Eddulilju og ég er bara búin að nota hann mikið. Hún er geggjuð, hún er svo hress. Strákur sem kom upp á mér á fótboltamóti á Húsavík á sundaginn og hann var svona, pínu sérstaklega, hann kemur upp á mér og segir, þú ert í svo litríkri peysu. Takk, finnst þér litir skemmtilegir? Já, ég er satt ekki litríku núna, ég er bara keppnisbúning. Jæja, þú voru bara verið í næst. Já, það var mjög krúllur. Herri, ég er með í vinnslu, 1, 2, 3, 4, ég myndi segja svona 4,5 verkefni og þegar við erum búin að fara yfir það, þá er ég með nýtt gat, eða gat sem ég keypti mér, sem er ekki mitt. Og byrjum núna. Tilkynning númer 1. Ég fekk ógeð af heimasíðunni, það var búið að vera eitthvað vesen með greiðslugáttina. Það var allt inni og ég held ég hafi lagað, allavega var það í lagi eins og ég var með. En alltaf þegar Matti maðurinn minn fór inn á, í tölvunni á sérum minni, það kom alltaf einhvern svona kortagluggi fyrir hittarasli og eitthvað. Og ég var búin að vera með WooCommerce síðu í mörg ár og svona smá litli bakar, hún rosa þægild að þetta var frítt og studdi við Dalpay sem var til á þeim tíma sem var líka þjónusta án grunnkostnaðar, þannig að þegar ég var að byrja þá var þetta geggjað. En núna
nú er ég orðin svo mikill stórlags að ég kom með Shopify. Ég er bara með sömu hýsingu sem sagt og þetta er systrament.is en síðan er ég gennum Shopify og maður gera ægilega fína svona flokka og eitthvað. En ég ákvað að hafa hana súper einfalda og bara reyna að gera verslunarferðina sem ánægjulegasta. Ég er ekkert með neitt svona auka texta á þarna inni, þú bara ferð þarna inn og þar bara ítur á, mig langar að skoða hérna, meran á nælon eða mig langar að skoða burstaða alpaka. Og þá bara sérðu litina á verðið og bara getur bara keypt. Tilkynning nummer 2. Þegar að ég er búin að vinna þetta vídeo að þá er ég að fara að henda í loftið jóladagatali 2025. Ég er búin að ganga með í manum síðan 22 mynd, þessa hérna mynd. Og þetta verður þemað á dagatalinu í ár. Ég ætla bara að hafa þetta eins og í fyrra, ég kann vel við það, 12 mínihespur, 1 stór, byrjum á stóru hespunni og hún vinnur með litunum í mínihespunum. Þannig að við erum 100 gramma og svo 12 20 gramma og við náttúrulega byrjum þegar stekkjastur kemur, þetta jólasveina dagatal. Aðeins búin að skipuleggja svona eitthvað smottir sem við erum með. Ég held fylgihlutum samt í lágmarki að því ég vil þetta sé bara, ég vil þetta sé svona viðráðanlegt dagatal. Gæti alveg farið í eitthvað fancy smancy en það er bara ekki minn stíll sko. Myndin náttúrulega sem þið sáð hér og ég seti kannski bara aftur hérna, hún er náttúrulega ekkert jólaleg. Og það er út af því að ég þoli ekki að fá jólalega hluti í jólagjöf. Jú, ekki stundum fær maður eitthvað jólaskraut, þetta er alltaf lægi, skilur við. En þú veist, þetta kemur 24. desember og opnum að pakka og þú veist, þið eru að opna síðasta pakkan í jóladagatalinn 24. desember. Þú veist, svo kemur hana tíman á milli jól og nýjárs, jú, aðeinslega kósí, skilurðu, svo koma áramót og þá er bara komið nýtt ár og þú kannski ert að fara að byrja á verkefninu úr jóladagatalinu eða ert að hérna ganga frá jólagjöfunum, þú veist. Og það er allt eitthvað jólalegt. Ég meina, nennir þú að fara að nota eitthvað jólalegt þegar komin í janúar? Nei, ég held ekki. Þannig að, já, það er ástæðan fyrir því. Svona er ég, skilur, sumir geta haft jólalegt allt árið. En svona er ég og þess vegna er bara, ég ekki með neitt jólatengt þema í dagatalinu. Nema það er opnað bara eins og jólasveinir. Opnað eins og jólasvein, hvernig opnum maður jólasvein? Vá. Minnum á sögu 4 ára sonur minn semst var að stríða mér í gær, við vorum út að róla og hann rétti mér laufblað og segi mamma, þetta er bara laufblað, viltu opna? Og ég alveg, já, þú veist, trúði engu illa upp á hann, opna og bara, krakki var náttúrulega búinn að sko stappa honum á risa kónguló og setja hann inn í laufblaði og var svo að stríða mömmu sinni með að láta hann opna bara til þess að sá kónguló vídeó á Instagram um daginn og þið veitir hvað ég hérna var að eiga við. En ég stóð mér rosa vel, samt. Ég kastaði hann ekkert í burtu en eitt svoleiðis, sko. Ég var að tala um jóladagatal, afsakið. Þetta sést, þessi mynd hana sem að er dálítið svona litrík. Hún verður og það sem verður nýtt í ár. Þú veist, dagatali verður cirka eins. Þú veist, ekki sem litir, skilur við. En sama uppbygging. Þú veist, við verðum með stóra hespur, við verðum með 12 mínihespur. Það sem verður nýtt í ár er það að það verða 2 möguleikar. Það verður þessi geggjaða mynd sem að þú veist mjög margir munu kannski sækjast í. En svo veit ég líka að það er alveg margir sem að þú veist fíla ekki svona liti og ég er búin að velja þessa hérna mynd til að höfða til þeirra sem að eru kannski aðeins jarðtengdari en ég. Vá, hvað er geggjað að það var reynt að fara í svona jarðtengingu. Já, guð minn almáttur. Þið sem komið hér í dag, vonandi skemmtu ykkur vel.
Ok, ég þurfti aðeins að klippa til, man ekki alveg hvað ég var að segja. Ég er svolítið út allt í dag. En það eru 2 möguleikar í dagatalinu, þessar 2 myndir. Þú velur aðra hvora, þetta er bara innblástur, þú veist, fyrir dagatalsgerðina. Þetta er allavega 100 gramma hespa, 12-20 gramma í setin verð. Ég átti að reikna þessu út með að við umbúðir og kannski smá aukaluti. Þetta verður komið í sölu á svipuðum tíma og vídeo kemur út og ég ætla að hafa 10% afslátt. Sko, þetta vídeo kemur í dag og ég ætla ekki að posta á Instagram eða Facebook fyrr en á morgun. Þannig að þið sem að sjáu þetta á undan getið þá nýtt ykkur afsláttinn af því að verða bara takmarka mörg eintök kannski á afslætti. Og já, ég er ekki alveg búin að útfæra þetta. Allavega, fyrstu kemur fyrstu fær, 10% afsláttur fyrst og þið sem eru hér fáið að vita þetta fyrst. Þá ætla ég að vinda mér í prjóni. Ég er búin með tilkynningarnar held ég held að það ekkert verið neitt meira með jóladagatalinn. Kláruð verkefni, við erum búin með 1 svoleiðis. Svo glemdi ég hérna síðasta sýningu nefnilega gerði rosa sæta húfu á hann ugga minn. Af því að ég tók inn svona búkleikat sem ég sýndi ykkur aldeilis síðast þegar ég var að sýna ykkur freyðupeysuna. Og þetta var sérst, ástæðan fyrir því að ég var búin að leggja hana dúst til hliðar. Hann var alltaf að poppa af því að ég þurfti að sauma þetta einhvern veginn innan á. Það var alltaf ykkur rugl í hérna. Anywho. Ég prjónaði þessa húfu á löngu miðju mars. Og hérna ég notaði tvöfalt hérna. Var ég búin að sýna hana? Þetta er alltaf Ale 2.0 eftir Jody Brown, ég notaði tvöfalt DK í Húbba Búbba og svo notaði ég þetta búklei hérna í bláa dítilitnum. Og uggi minn er svo sætur, ég reyni kannski að poppa mynd á honum hérna, hann var svo sætur með þessa húfu. Og dúskurinn var líka hann á löngu mér að ég keypti hann með. Ég man ekki, ég fekk allt í hérna svona déjà vu þegar ég fór að segja frá þessu, kannski var ég búin að gera það. En svo keypti ég hérna mínihespur 2 í Glasgow í september og gerði loksins vettleika á hann ugga minn. Þeir eru sérst svona og þetta er ótrúlega skemmtilegt garn. Þetta er bara, maður lítið ummál og það er þetta svona fyrir svona micro stripes. Maður sko brett. Þetta er bara hérna, ég notaði World's Simplest Mittens, Tin Can Knits og ég prófaði hérna appið í fyrsta skipti. Það er algjör snilld. Af því að þá valdi ég bara stærðina sem ég ætlaði að gera, grófleikann sem ég var með, þú veist bara með svona gamalt bad, fingering weight gat og þá sá ég bara upplýsingar fyrir það. Og svo er snildu þessa vettleika, það er alveg sama hvor megin, af því að þau mellin er bara svona. Þannig að, já, Tin Can Knits appið, það er svolítið skemmtilegt. Þeir eru með mikið af fríum uppskriftum og einhverja sem þú getur keypt og ef þú kaupir uppskrift á peysur, voru til dæmis með Love Note og eitthvað, að þá getur þú gert það sama. Þú veist, þú kaupir hana bara inn í appinu, svo bara ég ætla að gera stærð large, eða ég man ekki hvort þetta er í númerum, og þá færðu þau bara upp þær tölur sem að eiga við þína stærð. Þannig að það er mjög þægilegt. En svo var líka, glemdi ég að sýna að í þessari sömu löngu mýraferð að þá kláraði ég Dustland peysuna og þessi er úr Devonia DK
sem ég keypti í Garn í gangi og ég byrjaði náttúrulega á henni þegar ég var í samprjóni með í Garn í gangi. Þetta bara Dustland Steven West. Liturinn mjög skemmtilegur. Hann svona eins og pínu rauða flyksur í honum. Mjög erfitt að ná honum alveg réttum. En ég gerði hana pínu... þá ætti ég kannski að fara í hana. Nei, ég veit ekki. Ég held að sé kannski með mynda mér í henni einhvers staðar. Liturinn nei, ég gerði hana pínu oversized með það í huga að við Matti getum bæði notað hana. Hann bara unisex. Og ég byrjaði þegar samprjóna byrjaði fyrir 3 árum held ég, eða 4. Kláraði hana í mars af því að ég átti bara eitthvað fáránlega lítið eftir sko. Eftir að klára, tók hann aftur upp, kláraði búkinn. Og svo held ég að ég hafi gert 1,5 ermi með hann á Löngumýri og þá var þetta bara klárt og ég búin að nota hann ógeðslega mikið. Ég nota hann sérstaklega mikið í vor, það var svona kalt, já, hún alveg vel hlýð þessi. Devonia DK held ég ekki, ég held að fást ekki lengur í Garn í gangi. Verkjavinnslu, þú veist, þetta mikið bara sama shit og síðast. Það valla að það borgi sig að sýningu þessa, en þetta hérna Ankerstrik Revival, sýndi hana vel síðast, geggja constructionan á öxlunum. Þetta fingering gat frá mér, litur Glasgow, hann til inn á vefversluninni. Og ég byrjuð að fella af. Ég veit ekki alveg hvort ég að gera það svo fast. En ég búin að gera strófið og að fella á strófið og það bara aðra mennir eftir. Ég var að Uggi var svo rosa duglegur að fara að sofa í sínu rúmi og ég gat bara setja við hliðina á honum og prjóna. Svo kom sögumfrí á leikskólanum. Og handla bara allt í köku og litla raskati vill bara sofna upp í stóra rúmi, en við erum að vinna í þessu. Já, það alveg snilt að setjast bara við hliðina á honum og prjóna smá því ég á með þessa peysu niðri. Og þú veist, hef ekkert gert í henni núna í smá tíma. En ég þarf að fara að klára þessu affellingu til að geta svo byrjað að erma honum. Annað sem ég byrjaði á, minnið þegar ég var að tala hérna Noro-garni sem að ég keypti í Træbjarns í september í fyrra. Þetta það sem sagt og þetta ég með eina svona dokku hérna. Ég man aldrei hvað í þessu. Noro-garn, hann nú í cotton, þetta 40% ull, nei 60% ull og 40% bómull. Já, og ég ákvað að gera hérna, hvað heitir hann, get ekki flett upp í símanum, Ass pullover, þetta verst þið vitið, það kemur mynd hérna, finnst það heiti eitthvað Ass. Geggja svona frekar vítt vesti með vaffalsmáluð svona til að hendi yfir sig og ég handlitaði þennan hérna albaka fylgitráð og þetta þú veist þessi, ég bjó uppalega til þennan lit, Noro, til að passa með þessu garni. Þess vegna heitir hann Noro og við hef gert hennan síðan á næstu í öllum grunnum. Ég byrjuð á þessu, ég með prjóna 6 millimetra og ég að ná prjónfestu upp á cirka 13, 12-13-ish og ég bara núna að auka, ég held að gera bakið. Þetta efst á bakinu og svo eikum maður út, þetta axlirnar hérna. Ég veit ekki alveg hvort ég með þetta, jú, ég held að alltaf. Svo pikka maður eitthvað upp hérna, ég náttúrulega bara nýbyrjuð, en þetta ánum með hvernig þetta kemur út. Þú veist, þetta verður svona pínu marglitt en samt alveg settlegt. Ég hef aðeins haldið áfram með hérna peysuna á smatta.
single malt. Búin að sýna hana áður. Æ, ég ekkert komin eitthvað lengra en síðast. Sorry. En þú veist, það bara, þó maður sé komin aðeins lengra en síðast, að þá sér ekki högg á vatni og sérstaklega ekki að maður með svona stuttum prjóni. En þetta ansi skemmtilegt. Þú veist, það bara að móta vel fyrir lafskonum Nú bara að halda áfram. Núna sýni ég þessa ekki aftur fyrir en ég búin að skipta upp fyrir bóluarmar og komin eitthvað á búkinn. Hvenær sem það verður. Þetta brest garn. Skosk lambsull. Sem ég keypti líka í Skotlandi í fyrra, í september. Herðu, ég fór í garngangi eins og gengur gerist. Og þar fékk ég svona, ég fékk bara svona löngun í að fitja upp á einhverja á stóru prjóna. Strákana mína vantar, sérstaklega elsta, Nóa vantar eiginlega nýja, þú veist, ullapeysu eða hlýja peysu, skilurðu. Bara til að vera innandur ef það 20 stiga frost á skíðum eða eitthvað. Fékk mér Cloud. Cloud geggja. Ég byrjuð á Nóa-peysum. Þetta önnur erminn og já, hann langur og grannur. Hann komin ein ermi, ég held ég þurfa að lengja hana örlítið og ég byrjaði bara á hinni úr nýrri dokku og það að auka út, það verður ekki alveg eins, skilurðu, en ég byrjaði samt á nýrri dokku bara til að, heyrðu, já, það var lengri litaskipti hérna í þessu kafla. Þetta svo skemmtilegt. Það verður ekki eins og byrjaði á Sigvaradokkunni. Þetta svona blásigarn, litaskipt. Ég að prjóna þetta á 8. Jú, þetta merinaull og nælon. Þú veist, það nælon kjarni, svo blásið í merinaullinu. Fannst það var eitthvað alpaka þessu. Það var bara vitleysa sem ég Ég að nota Knitable Fleek, hvað heitir appið? Það heitir, ég held að heitir Fleek eða Knitable. Ég allavega að nota það. Ég gerði, ég man ekki alveg hvernig ég gerði þetta. Ég setti prjónfestunum sem gefin upp á garninu og fann svo uppskrift, ég hef notað mikið uppskriftina flaxpeysu frá Tin Can Knits og ég hef prjónað hana áður og ég notaði hana til að finna ummálið á ermi eins og á, þú veist, 10 ára krakka. Hann 11 ára nógu, ég var 12 ára í janúar en hann ekki svo stór. En til að finna ummálið og þá gat ég með því að setja inn ummálið sem ég vildi og prjónfestuna cirka, þá fikk ég upp, þú veist, fjölda líkjum til að fitja upp. Og ég byrjaði að fitja upp hérna, gerði stroffi og held svo bara áfram prjóna og þetta náttúrulega bara, þú veist, passar á hann. Þannig að mæla alveg með því og svo ég búin að þú veist, tek búkinn líka neður frá og ég búin að regna það út líka, þú veist, tók líka bara ummálið sem ég þarf þar. Hefði náttúrulega getað mælt barnið en hann var ekki heima, skilur. Þannig að, kannski mæli ég hann áður en ég byrja á búknum til að vera viss, en þetta allavega átti við ermannar, þannig að það bara ágætt. Og það var bara kvöld kom með líkunar, allt geggjað, þannig að það engin uppskrift af þessum Cloud peysum. En ég náttúrulega stóðst ekki með þér. Og ég var náttúrulega að kaupa á alla strákana. Þannig að þú veist, ekki minn
rauðari, hann átti að fá þennan lit. Hann var svo fallegur. Og svo er nökkvi miðjumúsi mín, hann er meira svona í jarðlitunum. Og ég valdi þennan fyrir hann. En hann var samt eiginlega hrifnar af þessum. Sem ég á pínu hissa á. Þannig að ég veit ekki alveg hvað ég geri. Og svo sagði hann að hann eiginlega langaði bara að geta hafa hann á röndóta, sko. En hann var alveg til að hafa kannski einn lit hérna og einn hérna. Þannig mjög sterkar skoðanir á flíkum. Ég ætlaði ekkert endilega að kaupa eitthvað fyrir hann í peysu því að það þýðir ekkert annað en að láta hann velja það sjálfur. En þetta kemur í ljós. Annarkvort skipti ég þessu eða geri eitthvað annað. Það er svolítið ekki að gera hús. Ég gæti ekki sem að þetta bara tvöfalt í húi. Þetta er svona, kannski í dýrakantinn til að vera eitthvað að leika sér að geyma það inn í skáp. Man ekki hvað það kostar. Ég er farin að gespa okkur, krakka mínir, fyrir gefið. Ég er búin að sýna ykkur núna það sem ég er búin að vera að vinna í. Og ég keypti gat á netinu. Sko, það er náttúrulega kom bara auglýsing sem poppaði upp á Facebook eða eitthvað, eins og gengur að gerist. Og það var náttúrulega frá Hobby, GK. Og það var náttúrulega eitthvað sem heitir Dancing Queen. Nei, sko, halló. Og Karolína systurdóttir mín var hjá mér og við náttúrulega fengum dálítið kast. Og við mögulega bara völdum hérna, 4 eða 5 liti og ætluðum að hekla eitthvað með þetta. En hérna, ég var svo viss að þetta væri ógeðslega hart, en þetta er bara, þetta er bara svo niðurklippt jersey eða eitthvað, með glans áferð öðrum megin. Þetta er í rauninni svona. Og þú náttúrulega sér ekki neitt hvað ég er að reyna að gera hérna. En þetta er mjög skemmtilegt og ég ætlaði að fara að gera eitthvað úr þessu hérna. Ég var búin að hugsa topp eða kjól eða eitthvað svona. En svo eiginlega var ég komin á það, ég sá hérna að ég var búin að gera einhverja pröfur, ég var ekki alveg náðan með það. En svo sá ég ég held að það verið á Grocery Girls, þá voru þær að sýna tösku sem að, ég man ekkert hvað heitir en ég vissi það uppskriftuna, ég ætla að sýna ykkur hana hérna. Og þetta er eitthvað sem gæti verið gaman að gera á þessu gagni, en hún lítur samt út fyrir að vera kannski svolítið tímafrekt verkefni. Kannski fara ég einhvern veginn, ég veit það ekki. En eitthvað svoleiðis allavega. Ég held að þetta verið svolítið skemmtilegt. En hvort sem að úr þessu gatni eða ekki, þá langar mig geðvægt í svona tösku. Ég er ekkert rosalega mikið að hekla og mér finnst það pínu svona, að ég get ekki hort á sjónvarpið á meðan ég hekla. Ég get ekki hort. Þá þarf ég að vera að hekla og mér finnst rosa erfitt að gera eitt í einu. Þannig að mér stundum samt gott að hekla í útlöndum. Ég fer til útlanda jólin. Svona þar sem maður situr hvort þið er og ekkert endilega, ströndinni eða eitthvað að fylgjast með krökkunum. Það gæti verið svona strandaverkefni, já. Já, ég hef þetta í huga. En líka að mér langar satt rosa mikið í þess að tösku, en kannski bara úr einhverju hörgarni. Eða bómull og hör. Mér langar í þess að tösku. Ég veit ekki hvort ég næna búin til, en mér langar rosa mikið í hana. Svo keypti ég eitt garni viðbót og mér líður eins og ég sé að svíkja lit. Því að þetta er ekki úr garni í gangi. Ég vil náttúrulega vera með Make It Tweet, en þetta er eitthvað sem heitir Tweet It Yourself. Og
er frá Yet Again og allavega þetta er bara hvað er að segja 450 metrar, ég keypti þetta í Skaffó. Ég fór á Sauðárkrók í byrjun, aðra helgin í ágúst á króksmótmaður. Það er, það sem ég gerir helgar, ef það er ekki fótboltamót, þá er ég heima á mér. En já, við ára króksmóti fór í skagfirðingabúð og sá bara þessa dokku. Ég var eiginlega ekki einu svona að skoða gagnið. Ég var svona rétt að lítið yfir. Svona rétt. Allavega að þá kom það sem mér heim. Að því að ég bara man ekki eftir að hafa séð þetta litakombó í hjá Rico eða því sem er í gangi. Svo er þetta örugglega eitthvað sem þeir eru nýkomna með og eða er búið að vera í búðinni í marga mánuði og ég hef bara aldrei tekið eftir. En þetta, ég er með stórar hugmyndir um þetta. Ég var reyndar bara áttum á því núna, þetta væri bara 450 metrar. Þannig að það gæti verið að mér vanti aðrar að gera það sem ég ætlaði að gera. Ég þarf að reikna. Tvær svona bustaðar alpaka. Ein er held ég 300 metrar. Tvær eru þá 600 metrar. Ég þarf tvær til að gera, mér vantar aðra svona. Nema ég hafa hana bara, nema ég hafa þetta bara í berustykkinu. Nei, það er boring. Allavega, það sem ég er að spá er að mér langi að gera aftur af því að, ég er náttúrulega ekki með hana. Mest notaði peysa minn hann í heimi, krókurinn eftir Ellilíu sem mest ekki krókurinn, heldur breyti í munstrinu. En ég notaði alla útreikningarna hann reddu og gerði hann úr bara einföldu svona. Bustuð alpaka, græn. Mér langar sérst að taka henn og sveppa í bustar alpaka, gera peysuna ómunstraða, gera hana bara aftur og ég veit að ég þarf bara tvær svona í það verk að því ég gera hana kvarterma og ekkert allt og síða. Það er mér svo geðveikt að henda yfir með einhverju sem er úr einföldu svona. Og hugmyndin var sérst að nota þennan frekar boring lit sem er sveppi, sem passar náttúrulega með öllu, hann er geggjaður, en þú veist, ég myndi ekki nenni að nota hann einu og sér. Það er ég að gera út á augun okkur með þessu hérna. En allavega, sérst að prjóna þetta með. Ég held að það eru sjúklega flott. Mér langar að peysuna í dag, en ég er eitthvað að vandræðast með það, ég þurfa að klára það sem ég er að vinna í áður en ég fyrir að byrja á þessu og eitthvað, Og svonlega, er ég bara ekkert að prjóna, þannig að það gerist ekki neitt. En það kemur að því. Nú er komið haust og mér líður alltaf svona í lok sumars. Ég bara hvað er ég að eiga þetta gat, hvað er ég að lita þetta gat, en ég prjóna ekki hann sjálf, hvað er að frella henni, ég verð nú að eiga einhver sýni, svo ég verð nú að mér líður svona hver einasta hausti. Svo dettur maður í gírinn þegar að fer að líða á haustið. Það er allavega mín reynsla. Rigningi fer að kikka inn og maður er fastur inni og svona. Ég er nefnilega svo mikill ég er alveg ótrúlega mikil svona garðyrkjumanneskja, nema ekki mér finnst bara ótrúlega róandi að fara út í garð og helst bara rýta í grassi. Eða slá grasið. Þannig pústa ég. Guðmann almáttur, ég hef átt heilu rifrildin. Bara, meðan ég er að slá grasið. Þeir eru engin. Þeir eru svo hátt í sláttuvélinni. Þetta er alltaf lagi. En það fleiri sem að tengja það. Allavega, ég ætla ekki að halda ykkur lengur hérna. Getið svo ég sé halda ykkur? Jú, víst ætla ég að halda ykkur lengur. Hvað er að mér? Halló. Ég ætla bara að segja ykkur að það er fullt af gagni inn á vefverslun. Það er bustuð alpaka hérna, sveppi, glitski. Glitski er náttúrulega bara draumur og drauma minna. Henni glitski peysa mín. Og það er til stolt í meirinn og nælon. Það er til fleira í meirinn og nælon. Það er til
toppi í silki. Þessu er alltaf svolítið svona línigrein. Það er til hérna, ég var að gera meira albakasilki sem er eins og hérna, þú veist, vestinu sem ég var að sýna ykkur áðan. Þetta er 800 metrar. Anna Hattís, Stolt, Extra, margir voru í Vagla. Hann er náttúrulega æði á þessu sko. Það verður svona hérna mýkjast allir litirnir á þessu grunni. Svo gerði ég gammaldags og þessi tveir sko eiginlega að tala saman af því að þetta er sérst gammaldags en hann kemur svolítið bleikur af þessu. Og næturgalinn, hvað gerur svona pínu, þú veist, það komur svona smá hauslita, þú veist, en samt ekki. En samt ekki. Þetta er aðeins að kikkin. Svo hérna var ég að lita DK, einn kona sem ég þarf að hringi í dag því að ég var að lita pistasíu fyrir hana. Hún var að uppgöta þetta hann vantaði meira þessu. Svo ákveði hendi ég aðeins meira DK í leiðinni að því það er komið haust. Þannig ég litaði líka næturgalinn á DK. Hversu smúð var að vera með hérna fylgithraðan sem með. 800 metra, já. Ég gerði ekki meira, jú, ég gerði mistök. Ég litaði þennan DK og hann sko, hann er ógeðslega flottur. En mér finnst ég hafi aðeins þæft hespuna, ég veit ekki alveg hvernig ég get fengið vélina til að fókusa á þetta. Þið sjáu þetta örugglega ekki í vél eða í mynd, mér finnst ég að hafa þæft hana aðeins. Og ég er með 4 og jú, sjáu þið hérna svona svona aðeins. Ég þæfði hana aðeins, þannig ég veit ekki alveg hvað ég geri. Þú veist, ég hendi þessu 4 á einhverja brunaútsölu, ég veit það ekki. Ok, þá erum við hætt í dag. Jóladagatali verður örugglega komið inn á vefinn þegar þú ert búin að horfa á þetta. Og jóladagatölin, það er tvenskonar og allir bara happy held ég, ekki? Ég er gjörsamlega gaman að hita. Ég veit ekki af hverju ég er ennþá í þessari peysu, ég ætla að fara úr henni þegar ég er búin að slökkva. Ok, heyrðu, við sjáumst, bye!